Kæru áhorfendur, velkomin í kokkasögur með Gissa, þar sem veitingageirinn fer í naflaskoðun. Við ætlum okkur að ræða hinn ýmsu mál sem tengjast veitingageiranum, lög og reglur, ferðamennina, þjónustuna, menntamálin, gjaldþrotin, lambið, fiskinn, grænmetið og að sjálfsögðu matagerðina. Við munum bjóða fagfólki og leikmönnum að mæta í þáttinn til að taka þátt í umræðinni, ræða málin, segja sögur úr geiranum og segja sínar skoðanir á hvert stefnir. Hjá mér tveir góðir gestir í dag, Jakob H. Magnússon, matreiðslumeistari og eigandi veitingahússins Hornsins. Jakob hefur einnig verið starfandi mikið innan félagsmála og var forseti klúbbs matreiðslumeistara og Norðurlanda í mörg ár. Og einnig með okkur Ísólfur Gylfi Pálmason sveitarstjóri og fyrrverandi alþingismaður sem hefur áunnið sér titilinn hjá matreiðslumönnum ríkiskokkur númer 1. Og við fáum þá sögu á eftir. En í þessum þætti ætlum við að ræða saman félagsstarfið, aðeins fjárlög, sveitina, lambið og veitingabransan almennt. Mig langar að byrja á þér, Ísólfur, ríkiskokkur. Hvernig fékkstu titilinn og hvað var til þess að þú fórst í svona mikið samstarf við matreiðslumenn þegar þú sast á Alþingi? Já, ástæðan er fyrst og fremst sú að ég kem úr miklu landbúnaði héraði. Ég á heima á Hvolsvelli og þar sem sagt í sveitarfélaginu mínu framleitt meira landbúnaðarvöru heldur en nokkuð staðar annars staðar. Og þar líka Sláturfélag Suðurlands sem nú býsna myndarlegt fyrirtæki og svo fór ég að kynnast ykkar starfi og hugsaði með mér að það eru engir betri til þess að kynna þessa frábæru vöru heldur en einmitt matreiðslumeistarar. Og það eiginlega vakti áhuga minn og var til þess að ég sem sagt fór að vinna svolítið með ykkur og hafði þetta bæði mjög gaman að því og það var líka ákaflega fróðlegt fyrir mig að sjá hvað þið eru miklir atvinnumenn á þessum sviðum. Frábært. En ríkiskokkur númer 1? Já, það nú svolítið skemmtilegt að segja frá því að ég var einhvern tímann að gera eitthvað pínlítið fyrir ykkur. Ég held ég hafi nú verið jafnvel veislustjóri á svona norrænu kokkaþingi og þá fannst ykkur ástæð til þess að sauma á mig þennan fína galla sem að nú Við tókum hann með. Já, tókum hann með og stendur hér Ísólfur Gylfi Pálmason, ríkiskokkur númer 1 og það var kannski vegna þess að ég átti þátt í því að koma ykkur inn á fjárlög. Já. Og Pétur Blöndal, blessuð sé minning hans, hún þótti nú eiginlega nóg að þið væru komnir á fjárlög og svona í gáska kallaði mig ríkiskokk númer 1 en ég með nælu frá ykkur, framsóknarmerkið og svo framvegis, þannig ef ykkur vantar, þetta auðvitað þykir mér líka óskaplega væntið því að ég var sveitarstjóri upp í Hrunamannahrepp á Flúðum og íslenska grænmeti auðvitað dásamlegt líka og það engin betri eins og ég segi að kynna þetta heldur en fagmenn eins og þið. En þeir hafa ekkert verið að reyna að fá þig í eldhúsi í Alþinginu? Nei, en ég hef stundum farið í þennan galla ef ég að grilla og ég hef boðist til þess líka hjá Jakob ef að vantar mann að skræla kartöflur að kannski að fara í þennan fína galla. En Jakob, félagsmálin, það nú eitthvað sem búið að brenna á okkur í mörg ár og ég held að við skiljum nú mjög vel og mikilvægi þess að hafa félagsstarf og eiga klúbb matreiðslumeistara. Hvernig þróunin í dag? Erum við að fá meira ungu fólki að taka þátt eða? Já, ég held að sé bara mjög góð þróun í þessu. Já. Og þegar ég byrjaði nú í þessu þá var þetta eingöngu miðað við að menn væru orðnir meistarar til að komast inn í þennan klúbb sem ég var í en nú þetta miklu opnara. Nú þú getur bara að klára skólaðinn og svo getur þú komist inn í klúbbinn. Og þetta alveg gríðarlega gefandi fyrir þá sem að koma inn og fylgjast með bara því sem að gerast. Þarna hittur náttúrulega kollegana þína sem í bransanum og menn ræða málið og við förum á nýja staði í heimsókn og það haldið úti svona ýmsu bara öflugu félagsstarfi, get ég sagt. Já. Við til dæmis erum með þennan galadinner sem nú þekktur orðinn. Ég held að síðan það verið bara langt yfir 300 manns. 300 manns, já. Já, þetta eitt flottasti, eða ekki eitt flottasti, þetta bara flottasti dinner landsins bara, einu sinni ári. Búin að vera yfir 20 ár. Já, búin að vera yfir 20 ár og þarna hittast kokkarnir af öllum veitingahúsum og hótelum landsins, líkum við að segja, og vinna saman. Sem náttúrulega dásamlegt að horfa á og fylgjast með. Já. En svona fyrir hinn almenna borgara þá
gott að ég viti að klúbb matreiðslumenn, þeir eiga sinn eigin klúbb sem kallaður klúbbur matreiðslumeistara og hver og einn sem vinnur við þetta fag og hefur fengið þá menntun að vera matreiðslumaður getur orðið félagsmaður. En mér skilst í rauninni að í dag að nemendur sem eru í hótel- og matvælaskólanum, þeir geta líka orðið félagar að klúbbnum strax. Þeir eru í ungliðarhreyfingunni. Þannig að strax er farið að fóstra framtíðina. Ég man nú eftir því að þegar ég byrjaði í stjórn klúbbsins að þá sast þú sem forseti og ég var gjaldkeri þinn. Og þá vorum við ekki neina stóra tölur sem við vorum með. Gekk nú vel. Og það gekk. En það var alltaf áskorun hjá okkur á þeim tíma að það var svo erfitt að gera áætlanir. Vegna þess að við vorum alltaf að eldast við peninga. Átt að fara á Ólympíuleikana eða að gera eitthvað verkefni og þá þurfti að byrja að eyða allri orkunni að finna aurana. Og þetta varð mikil breyting þegar við komumst á fjárlögin. En þess að þá var það fyrsta skipti sem við gátum eiginlega gert 5 ára plan. Það var algjörlega frábært. Og ég meina það sem mér finnst líka svo gaman við ykkar störf þetta því í raun og veru þetta var svona list. Þetta svo flott, þetta svo það var svo mikil metnaður að baki og þið báru svo mikla virðingu fyrir þessari grein og við tölum mikið það í dag að það vanti iðnmenntað fólk og sem það bráð vantar inn í kerfið okkar. Menn leggja svo mikið upp úr bóklegu námi og þess og ég ekki að gera lítið úr því, en góðir handverksmenn hvert heldur matreiðslumeistarar eða góðir smiðir eða góðir iðnaðarmenn, þetta skiptir land og þjóð alveg gríðarlega miklu máli og metnaður ykkar vantilega alveg með ólíkindum og hvað þið í raun og veru hafi náð land. Ég var svo heppinn að koma með ykkur 2001 á Búkustor-keppnina sem er þetta ekki Búkustor-merki það var náttúrulega alveg ótrúlega upplifun og þá einmitt vorum við að reyna að berjast fyrir því að það var lambakjöt í aðalrétt og þá vorum við að berjast fyrir því að fá 800 skrokka og 1 milljón en landbúnaðarkerfið okkar var svo óskaplega þungt í vöfum að ég gekk á milli Pontiusar og Pílatusar og loksins kom Týra, ég segi ekki að það verið alveg ljós, heldur Týra og þá sögðu þeir, við skulum gera þetta en þá voru það bara seinir og ég meina hugsaðu þér það, ef að þetta hefði nú verið lambakjöt á þessum tíma þegar Hákon Már var lent í 3. sæti og hann lent á Íslandi og var svo kominn til Luxemburg eftir fáeina daga, ef það hefði verið íslenskt lambakjöt og þá sögðu nú þessir ágætu menn í landbúnaðargeiranum, það verður bara lambakjöt sem aðalréttur næst, er ekki 2017 sem að lambakjöti verður? Það er nú ánægjulega fréttir og þess vegna þarf nú að spýta í lóana til þess að reyna að koma íslenska lambakjötinu í keppnina. 16 og 17. En ég get þá sagt í góða fréttir að það síðasta sem ég heyrði að þá eru mikla líkur á því að það verði íslenskt lambakjöt 2017 í Búkustor. Það er ekki ákveðið en það eru mikla líkur á því. Sem er mjög jákvæmt. En þetta sýnir okkur strákar líka að þú veist að grípa tækifærin og það var svo pínlega hlægilegt þegar menn sögðu þetta verður bara næst og menn held að eftir 2 ár en það eru 16 ár liðin. En það má geta þess að núna fyrir stuttu þá keppti hann Viktor okkar sem er næsti kandidat í Búkustor. Hann tók þátt í forkeppninni núna niður í Evrópu, niður í Budapest og hann lenti í 1. sæti og hann var í 1. sæti með fiskifatinn sitt og fiskinn í 1. sæti og í 5. sæti overall og við bindum mjög mikla vonir við hann og Íslendingar eru alltaf í 1 og 10 efstu sætum sem er náttúrulega algjörlega bara ótrúlegt og svona er þetta líka á Ólympíuleikunum og í alþjóðlegum keppnum sem kokkalandsliðið tekur þátt í sem að klúbbur matreiðslumeistari er með alltaf í efstu sætum. Stórkostlega. En mér langar svona bara aðeins að stoppa aftur við fjárlögin en þess að ég man eftir því þegar við fengum komist inn á fjárlögin hvað það skipti miklu máli fyrir starfsemin alla og ég held að það árangurinn sem hefur náðst í dag er því að þakka og það er hættulegt að glóbra því niður. Þannig að það væri vonandi að stjórnmálamenn sem eru að hlusta á okkur að þeir muni sjá verðmæti í því að standa við bakið á þeim sem eru í matreiðslukeppnum og klúbbi matreiðslumeistara og öðrum barþjónafélaga Ísland og annað sem eru að gera góða hluti vegna þess að þetta hefur mikil áhrif úti í bransan
og bara auglýsing fyrir land og þjóð, já. Ekki spurning. Þannig að það engin spurning að það þarf að fylgja þessu eftir. Þetta líka svo mikil hvatning fyrir okkur kokkana þegar ríkið og opinbera vil styðja við bakið okkur eins og við erum að gera. Já, þeir geta þá mátt að segja því að það sé flottir matreiðslumenn og bakarar og þjónar og það bara mjög gott. Og ekki má gleyma kjötiðina mesturum sem búa þetta til upp í hendurnar á ykkur. Já, þetta er allt saman. Jakob, þú ert nú búin að vera veitingamaður, þú hlýtur að vera með eina af elstu kennitölum landsins í veitingabransanum með hornið. Já, það er rétt. Það er ansi langur tími, þannig að þú ert nú búin að sjá mikla breytingar á miðborg Reykjavíkur. Þú hlýtur að hafa verið með einhverja góða sögu svona áður við tökum smá auglýsingahlé að létta. Ég var nú að spjalla við hann Ísól hérna frammi á þann og þá datt mér í hug eiginlega, hann er kannski ekki beint kokkasaga en þó það. Því að við fórum einu sinni saman til Álasunds á svona Norrænt kokkaþing. Og ég man því að okkur boðið í siglingu og hann faraði út á sjó. Og ég átti að sýna okkur eitthvað fiskimið og eitthvað svona og við náttúrulega alveg hressir með það og lentum í brjáluðu veðri. Það var mjög slæmt í sjóinn og svo þegar við vorum komin hérna eitthvað út á fjörðina þá fórum svona sjóvíkin aðeins að gera vaktisli hjá okkur félagunum og við vildum ekki láta það sannast á okkur að við Íslendingar eru þau sjóvíkin þarna. En Ísólfur hafði alveg fínt ráð við því hann er nú mikill músikant og söngarskur maður og hann fór að syngja, ættjarðarsöngva og ég tók náttúrulega undir sem er laglaus og syng nú ekki mikið. Það átti ekki svo, söngst alveg svo engin. Já. Og við sungum þarna hástöðum íslensk ættjarðarlög til að bæja sjóvíkinni frá. Já, og því meira sem gerist í sjóinn því hærra sungum við og ákafar. Þetta tókst, þetta ekki satt? Jú, það er rétt. Og við vorum við svo víkingar, við ættum ekki það neitt. Og við náðum landi á þess að vera okkur til skammar og þurftum ekki að fara út fyrir borðstokkinu og ekki neitt. Svo söngur við sjóveiki er gott. Já, það er alveg, já, og það sannaðist þarna, það var bara fínt. Það er ljómandi. Við ætlum að taka okkur smá auglýsingahlé, sjáumst þetta stuttastund. Velkomin aftur, kæru gestir, kæru áhorfendur. Við viljum gjarna fara í sveitina og lambið er að sjálfsögðu eitthvað sem við ætlum að ræða. Lambið er okkur mjög kært. Sjálfsögðu. Við alltaf segjum að lambið er það besta sem til er í heimi. En þegar maður fer að ferðast út allan heim, þá veit maður að í þessu stóra heimi finnst fullt af góður hráefni líka. En hvað er það við lambið sem við sjáum svo mikið í? Náttúrulega, lambið hefur haldið lífunni í þjóðinni gegnum aldirnar. Dásamleg villibráð. Já, og dásamleg villibráð auðvitað. Og ég er nú reyndar skógarbóndi þannig að mér líður nú ekkert alltaf vel þegar kindurnar að læðast í skóginni. En það er auðvitað önnur saga. En auðvitað sauðkindin er líka gáfuð og skemmtileg dýr og allt það. En það er bara það er þetta líka að auðvitað er þetta lambakjöt þetta er nánast lífrænt, til dæmis lambi sem að fæðist af vorin, komið út í haga, þetta er nákvæmlega saman með folaldið, og það er svo auðvitað gaman að fylgjast með þessu og það sagði mér ágætt kona sem er þýsk og býr í landsveitin og hún fékk vinkonu sinni í heimsókn, þýska sem vildi alls ekki borða kjöt. Svo fór hún að hafa áhuga á þessum sauðkindinni og lömbunum og svona sem voru gengu þarna í högunum og hún fór að hafa áhuga fyrir hvað væri gimbur og hvað væri hrútur eins og hún sagði húnkind og hannkind og svo fór hún svona að þukla og komst að því hvað var hrútur náttúrulega og hvað var gimbur og þá þorði hún að fara að smakka á þessu góðgæti auðvitað. En auðvitað veit ég líka, ég á mikið vinum, til og með dönskum vinum, það tekur svolítið tíma að læra að borða lambakjötinu leið og menn eru komnir á bragðið og Jakob þekkir þetta náttúrulega miklu betur en ég og þið báðir, hvað þetta er í raun og rosalega gott. Já, þetta er alveg engin spurning, þetta er fyrsta flokks hráefni. En þá kemur að öðru sem að góðu vinur okkar í klúbbi matreiðslumeistara voru byrjar að ræða hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan, eitt stórt áhyggjuefni, að það er fækkun á sláturhúsum, verður til þess að lambið þarf að ferðast lengri leið og þar af leiðandi höfum við orðið var við það að gæðin hafa örlítið minnkað eða það eru fleiri læri sem eru skemmt
með við hvað var áður. Já. Jakob, hvernig er þín reynsla af þessu? Já, ég hef þessa reynslu sko. Já. Og fleiri kokkar sem ég tala við höfum kynnt þetta til dæmis á klúbbfundunum. Já. Það hefur þetta komið fram. Og þetta er alveg rétt. Menn eru líka að velta fyrir sér hvernig dýrunum er slátrað. Já. Þau eru deitt með rafmagni, skilt mér að mestu leyti núna og svona sko. Það er ekki allir alveg sáttir við þetta hvernig þetta er gert sko. Nei. Og eins og þú talaðir þetta ferðalag á dýrunum sko. Þetta er í 2-3 hæða rútum eða trukkubílum einhverjum sem þetta er keyrt á í sláturhúsin sko. Og frá einum landshluta til annars og þetta myndast stress í dýrunum og allt þetta og þetta skila sér inn í kjöt og við finnum þetta kokkarnir sem erum að... Það hefur orðið breyting á kjötinu. Já, en í heildina er þetta nú í lagi sko, en þó er þetta það kemur alltaf svona við og við. Svona fram sko. Ég meina, okkur finnst það vænt lambið að það er mikilvægt að tala hvað okkur finnst að mætti betur fara. Algjörlega. Ég tel að sko, ég held að sko 70-80% af veislum sem eru haldnar fyrir útlendinga, útlenska gesti, í þær eru notað lambakjöt sko. Já, nákvæmlega. Og það er mjög gaman að fylgjast með því að margir bændur, þeir leggja mjög mikið upp úr ræktuninni, þeir eru að rækta féð og passa mjög upp á að sé ekki skildleika ræktun og þess að þar og hugsa mikið hvernig lærið og hryggurinn er og allt þetta og þetta eru algjörðu spesialistar og á hverju ári kemur út svona hrútabók það sem er nöfn á hrútum og svo framvegis og ég þekki góðbændur sem kunna sko allt hrúta þeir vita þetta er svona svo áhugamenn knattspyrnu sko þeir vita nákvæmlega hvað þeir gefa og hvernig þetta er og svo framvegis en þetta er alveg rétt auðvitað verður að passa upp á þetta það er líka gaman auðvitað þetta er flott fyrirtæki eins og til dæmis sláturfélagið og fleira en líka það sem er að gerast sko beint frá bíli er auðvitað gríðarlega spennandi það er mjög spennandi já og ég hef oft líka verið að tala það til dæmis eins og með hangikjöt rétt fyrir jólin að við erum að borga alls konar hangikjöt og smakka á þessu Birkireykt, Sambandshangikjöt, Húsavíkur hangikjöt, Fjallalamb og allt þetta. Þeir eru að smjatta þessu alveg eins og menn eru að smjatta vínum. Og auðvitað getum við gert þetta líka í kjötinu. Þetta er norðankjöt og sunnankjöt og svo framvegis og líka kannski þessi rekjanleiki vegna þess að hann skiptir máli. Já, og kjöt er nefnilega mismunandi frá þessum bílum. Ég fór og skoðaði hérna hjá Kjarnafæði og bara, ég sé bara metnaðinn og áhugan á því sem þeir eru að gera og við vorum með hugsanlega einn erlendan kaupanda frá Hong Kong sem vildi kaupa íslenskt lambakjöt og hann lagði einmitt áherslu á að láta kjötið eldast meira, hanga lengur og þetta er allt sem að þeir eru tilbúnir að skoða. Þannig að pröfa nýjunga fyrir... Og þetta hefur náttúrulega gerst bara til dæmis eins og verandi fiskinn. Við förum svo margfalt betur með hráefni núna en við gerðum. Leggjum svo mikið upp úr ferskleikanum og svo framvegis. Þannig að það þarf við að passa upp á þetta í kjötinu. Ég fór að skoða því hérna lítið sláturhús austur í Landbroti. Á Segbúðum í vetur. Og það er alveg dásamlega gaman að skoða það. Virkilega flott og vel að öllu staði sko. Og ég veit að þeir eru að selja hérna í bænum sína afurð, lambakjötið. Það er bara beint frá bíli sko. Þetta er alveg skemmtilegu kostur fyrir matreiðslumenn að geta nálgast svona hráefni líka sko. En núna beint frá bíli ekki mátti slátra heima. Þú verður að senda þig í sláturhús, eða ekki? Já, þetta er sláturhús. Þetta er lítið sláturhús svona fyrir stað. Sem uppfyllir alla kröfur sem þarf að gera. Já, ég man eftir að fyrir fjöldana árum þá fór ég til Álandseyjar og ég held að hvort þú hafi verið með okkur Jakob þá fórum við á lítinn bæ sem við borðum og hann var með rollur. Nei, ég hef ekki verið með það. Hann var með rollur og hann tók þær 1 mánuð inn á sitt eigið tún sem var búið að rækta með timjan. Svo sendi hann kjötið í sláturhús, uppið það aftur og seldi það fyrir mikið meira verð. Af því hann varð sinn eigin markaðsmaður. Menn hafa líka verið að tala sko, stundum hafa bændur sett á fóðurkál og þess að þar og það hefur áhrif á bragðið og ekki til góðs. Nei, ekki til góðs. Nei, þess vegna verða framleiðendur líka passa upp á þetta og í eldgamla dag var stundum sagt sko, þetta er nú fullgott í kjaftin á þeim, sem betur fyrir þetta liðin tíð, sem betur sver vegna þess að það þarf auðvitað að sýna metna í þessu eins og öðru
sem bændur svo sannarlega eru mjög margir að gera. En það, já, ég held að margir bændur séu byrjar að vinna náið með matreiðslumönnum þannig að þeir fá bara frá fyrstu hendi hvað kúnninn segir vegna þess að þeir vilja náttúrulega leggja mikið á sig til að afgreiða fyrsta flokks vöru. Svo eitt með lambið íslenska líka að það sem alið upp eða elst upp og sumir niður við sjóinn, það fær líka svolítið sérstakt bragð. Því það er svona selta sem er í grassinu eða það sem þau eru að bíta. Og það er sko til fransdorði við það sem heitir présalé sem er alveg sérstakt lambabragð í raun og veru sko og þetta höfum við líka hér á Íslandi. En ég átti að taka lambi fyrir aðeins meira í þessum þáttum sem að verða framundan því að við langar virkilega að við bjóðum upp á fyrsta flokks lamb og það er svolítið leiðilegt stundum að fara í matvörubúð og þú kaupir læri og þú þarft að byrja á því að fara að úrbeina hækilinn og annað sem að fæstir Íslendingar kunna og þar alveg er þeir að elda með hæklinum og þá ertu í vandræðum að skera það verður aldrei það sama þannig ég ger mér alveg grein fyrir því að við erum að verða betri Til að vera jákvæðnátturum í þessu líka að þá er lambið sko, það er náttúrulega mjög gott sko og nú getur þú fengið þetta kryddlegið alls konar og jafnvel hálfútbeina það er búið að taka lykilbeinið úr og svona þú getur fengið þetta í dag í góðum kryddlegi ég velda svolítið lamb sem var alveg frábært sko. Svo þykir auðvitað bæði Íslendingum og útlendingum merkilegt að koma á hótel vítt og breytt landsbyggðina þar sem kannski dreifbýlis hótel þar sem að jafnvel vertarnir eru að við með eigin kjöt þess eru talsvert mörg dæmi svona eins og kallaður local food eða svona staðar matur og það er til dæmis hótel í Fljótshlíðinni þar sem maður sér sko nautin sem eru bara rétt við gluggana og allt það og svo er nautakjöt og þetta er undir Eyjafjöllum og víðar en þetta er auðvitað rosalega spennandi og þetta þykir útlendingum alveg gríðarlega merkilegt. Það hlýtur þá að verða mjög gott fyrir bændur almennt að matarmarkaður rísi á Hlemm. Þannig að þar munu þeir fá tækifæri til að kannski hafa margar tegundir af lambi og þú gerur svo vel bara að pröfa það sjálfur. Ég á mér líka alltaf þann draum að til dæmis á Hvolsvelli þá verði sett upp svona gúrmebúð með þessum flottu afurðum þar sem bara fólk getur komið og keypt svona eins og bara í minna mæli heldur en auðvitað á Hlemmi en í svona landbúnaðar hér eins og okkar þá þarf þetta að vera til. Það þarf að vera til, alveg absolutt. Þetta er framtíðin held ég. Já. Það er mikið að ferðamönnum að sjálfsögðu. Alveg gríðarlega mikið að ferðamönnum. En hvernig er það að vera sveitastjóri? Það er náttúrulega bara ofurborðslega skemmtilegt sko. Berjast við að fá fleiri klósett Já, og bara ýmislegt, ég meina það er náttúrulega gríðarlega fjölbreytilegt starf en ég sé aldrei, við erum ekki að takast á við einhverju vandamál, við erum bara að takast á við viðfangsefni og ég hef líka verið sveitastjóri þegar lítið var um að vera á okkar svæði og þá voru laus hús og ég veit ekki hvað nú vantar hús og íbúður og þess að þar en það er miklu skemmtilegur að vinna undir slíkum kringumstæðum heldur en þegar allt er í einhverju látiðu. Þannig að þetta er bara spennandi viðfangsefni og núna bara á dögunum var einmitt verið að taka fyrstu skóflustungu af eldfjallamiðstöð á Hvolsvelli þar sem verður svona sýningaraðstaða sem tengist eldfjöllunum því að við maður sér Heklu, Eyjafjallajökul, Mýrdalsjökul, Vestmannaeyjar og Surtsey og þess að það er verður svona sýningaraðstaða, síðan verða veitingahús og þetta eru 2400 fermetrar og þetta er gríðarlega spennandi. Þannig að það er ekkert annað en spennandi tímar framöndan hjá þér Ísólfur, þú ert þá ekki á leiðin á þing. Nei, ætlar að halda bara við sveitarstjóra. Nú er þetta þannig að það er 2 ár eftir þessu kjörtímabili og ég ætla aldrei að vera eilífur augnakall í neinu. Ég hef aldrei unnið lengur en 8 ár á sama vinnustað. Það var Alþingi. Það var Alþingi. Þannig að við bara sjáum hvernig landið leikur en við eigum bara að vera glöð yfir við eigum í fullt í fangi með að þjónusta ferðamennina en við verðum þetta bara skemmtileg viðfangsefni. Jakob, þú ert nú gamall í hettunni búinn að vera þessu lengi og það kemur náttúrulega við daginn að þú þarft að gera eitthvað annað heldur en að mæti í vinnuna. Eru þá ekki bara strákarnir eða börnin að taka við? Jú. Úr með Dóttir mín er matreiðslumeistari og strákarnir vinna á móti mér. Þannig að þetta verður bara svona framtíðar fjölskyldufyrirtæki? Já, ég vona það bara, já. En það eru líka gríðarlega spennandi tímar framöndan í matreiðslunni. Og búnir að vera og verða framöndan. Alveg stórkostlegir tímar. Áður en við ljúkum þessu, þá langar mig að fá eina stutta sögu. Já.
Það er spurning hvort maður á að taka hann úr pólitíkin eða af því að þið eru nú matreiðslumeistrar, þá skal ég viðurkenna það fyrir ykkur að ég var kokkur tíma á bát frá Ólafsvík sem heitir Fróði SA15 og ég er ekki sérstaklega flinkur kokkur en ég gat þó búið til havragraut og soðið fisk og ýmislegt og ég hafði með mér bók sem að ég því miður skildi eftir, ég var nú ekki með eitthvað 3 vikur, það var kennaraverkfall og ég komst að sjóinn á meðan að ég kennari sko, á meðan á verkfalli stóð. En ég skildi bókina eftir og kallarnir hlæja ennþá þegar ég hitti þá að þessi bók hét Unga stúlkan og eldustörfin. Þannig að það er líka, þetta er lýsandi dæmi sko breyta tíma. Nú held ég bókin Unga fólkið og eldustörfin en ég allavega með ég var þingmaður þá fékk ég meira að halda ræðu á sjómannadaginn í Ólafsvík og þetta var eina sem þeir mundu frá sjómannatíð minni sko. Ísólfur, Jakob, takk fyrir komuna. Kæri áhorfendur, sjáumst á vikuliðinni. Takk fyrir.